Lil Curly sagði okay. Þegar hún fór fyrstu sopa Það svo mikið sömmeris sagði hann sagði hérna Lil Curly og svo þegar hann reynda sagði það í svona tónskipti þá sagði alveg grjót alltaf kjarti sko Já, episode 15, Close Friends, strákar, let's go. Huge. Rissa. Herði, getum við byrjað strax bara. Þetta er lagið þitt, Arnar. Já, fínt og sæll. Og þú varst að frumflytja það á Samfés, ekki satt? Ég sá vídeo á Summer Baby. Hvernig var stemningin? Það var góð stemming. Þetta var náttúrulega sko, það var enginn heyrt á lag áður. Þannig að við tókum þetta þannig sér tvisvar sko. Við tókum bara, spilum þetta, herri, nú kunnum þetta, nú syngi með. Stemmingin var góð, það var gaman Samfés sko. Þeir eru glaftar næsta ári. En hins vegar sá ég svo stemminguna, mér fannst hún geggja á mér, sá svo stemminguna auðvitað blöð og steind og ég bara Þú varst quickly humbled. Eðlilega sko. Þar var stemming sko, var engin stemming á mér með honum. Já, þeir eru líka ingrained inn í heilan á fröknum sko. Þeir eiga Ísland sko, þeir eiga Ísland svo mikið. Sáuð þið þetta myndbandið eða? Já. Nei. Þetta var gali sko. Þú veist, það var allir hoppandi, það var svona 90% fólkinn á hoppandi sko. Er þetta að pulla þetta vídeo upp eða hvernig? Já, Arnar, getur ekki græða þetta? Þetta var story, þetta farið sko. Damn it sko. Damn, okay. En þetta var frekar hart. Já, shit en já, maður. þetta hann er nýjasta Summer Banger, ég er svona hendis út upp og getur komast að þjóðatíð, mér langar svolítið að stóra sig. Já, mitt. Og ég þarf að vera með eitthvað í pókanum sko. Þetta er nýji íslenski Khaled, þessi hérna. DJ Khaled. Ég fíla það. Nice. Herðu, stór tíðindi hjá okkur. Erum við bara búin að skilja við það að Arnar var að gefa út lag? Mér líður eins og við þurfum að gefa hann aðeins meiri tími í þetta sko, því að bæði veit, það var ekki bara Við getum sörklað tilbaka, en þú veist, er þetta meira til að segja? Já, mér langar bara að segja, þú veist, vel gert. Þetta er genuinely gott lag og minnst það vera mega summer feelingur í þessu lagi og ég er bara svona, þú sendir mér það fyrst og svona hrá útgáfa og ég er bara svona, já, final útgáfan, boom, og ég bara sá það upp á sviði, ég held að þetta sé að fara að vera slapper. Já, ég meina, með að fólk var að hlusta á því fyrsta skipti, það var alveg svona, við gerðum þetta líka svolítið bara svona, skilur, idiot proof. Já, einmitt. Ég bara, þetta þarf að vera bara... Hver sem getur sungið með. Sama línan, svo 50 sinnum. Já. Og það er bara að vera salsa feelingur. Já, og svo líka góð línan þarna, þú ert fæn en mamma henni 10. Summer Baby. Já, geðveikt sko, ég er alveg bara svona, bara til hamingju með þetta, þetta er alveg geggjað sko. Já. Huge. Þú ert engin Pretty Boy Choco skilur en þú veist, þú ert það. Nei, ég veit það. Ég er bara Summer Baby, en það var samt eitt annað, Arnar, Mr. Studio Man, má ég sjá þig? Sælir. Þarna er hann. Og svona nokkra fréttir. Já, ég ákvaði bara út af því að þú ert svo handóður, þá ákvaði ég að gefa þér smá gjöf. Hún er undir þessu hérna, má ég lyfta þessu? Já, svona stressbólti. Hvað ertu með? Nei. Þegið, er þetta tilli? Þetta er stressbólti fyrir Arnar. Nei, þetta er svona til að sita á putta sinna, ekki? Jú, er það? Nei, er þetta svona vasi, svona píkuvasi? Ertu að tala hérna... Að setja puttan þetta? Já, og svo ertu bara fyrir tíu. Það kannski ekki annað inn hana líka. Er þetta muffa? Þetta er muffa. Þetta er alveg þín stærð, sko. Þú veist. Takk maður, ég mun leika mér eitthvað með þetta. Hjúts, nú lendum við aldrei neina takkavesinni, sko. Já. Æðislegt. Thank bro. Kannu með þetta. En að máli málana. Heyrðu þetta eða? Hvað? Heyrðu þetta? Hvað? Oh, shit. Wow. Hvað er þetta? Fyrir hlustendur sem er að hlusta, en ekki að horfa. Ok, við haldum áfram með þetta. Herri, fyrsti spons þáttarins. Yes sir. Hann veitiði vangi, hvað er það? Red Bull veitiði vangi. Wow. Red Bull Summer Edition komið í búðir. Huge. Þetta er huge, fyrsti sponsor þáttarins. Já, og guys, ég er með smá segment til þess að halda upp á það við sem komið fyrsta sponsin og mér langar bara að byrja að þakka Red Bull fyrir að hlusta og tjekka á okkur og styðja okkur í rauninni, sko. Því að þetta var bara mjög jákvæmt þetta kom inn og við erum bara peppaðir að sjá podcastið vaksa og stækka og Ég var hættur þangað til að koma inn. Hvað sér ég? Ég var hættur í podcastinu náttúrulega. Svo kom sponsin inn. Þeir eru alveg að björga þessu sko. Herri, og ég líka Red Bull með smá gjöf fyrir ykkur strákar. Ég ætla að byrja á einu unboxingi og svo tekur eitt annað segment við. Önnur gjöf? Já maður, huge. Okay. Hvað er í gangi hérna? Tjekki á sig. Réttu Arnar þetta. Takk.
Þetta er ykkur pakki frá Red Bull. Ok. Ég var að opna þetta núna. Yes. Ok. Ég held að gera það bara. Go crazy. Ok, gerum það. Þetta er brútkassi. Við opnum þetta. Wow. Vangir fyrir sumarið með Juneberry bragði. Sælir. Vitalize body and mind. Sína árendum með það. Huge. Huge stæmi, sko. Ok, hvað gerist? Okay, takk Red Bull. Já. Ok, nice. Hvað er undir dósunum? Hvað er í gangi hérna? Íttu til að koma að staði? Okay. Nei, hei. Ha? Wow. Nei. Ha? Hörru. Nei, þetta er... Ég veit hvað er í gangi. Guys. Hvað? Við erum að fara að halda beerpongmót. Þetta er pingpong. Þetta er... Ok, geggjum hugmyndanar. Þetta er pingpong fyrir bara hvaða borð sem er. Gauir. Þetta er veistla. En sko... Var enginn að hlusta hugmyndanum mína? Nei, sorry, við vorum alltaf upptökir á gjöfinni. Pingpong mode close friends. Oh my god, það er netjumna, já, pingpong mode. Herru, just fucking veistla. Þetta er æði. Herru, það er ekki vittlust að halda wow. Pingpong mótið. Það er ekki að halda mót. Það er ekki að halda mót. Ok, höldum pingpong í staðinn. Pingpong? Já. Ok, æðislega, þetta er frábært. En ég samt veit ekki hvað þessi seinni hlutir eru. Þessir? Já. Þetta er til að halda netinu. Já, rétt hér, holy fuck. Littlaus. Quick maths. Ekkert eðla. Ok, allana, ef að smakka þetta, hvernig bragðast þetta? Já, ég held að sko, næsta segmenti er einmitt sko að smakka. Ég er með alla Red Bulluna sem eru í sölu okkar núna og við erum að fara að dæma hver er bestur. Já. Margir hafa ekki smakkað nema bara aðal venjulega Red Bullin sko, þessi blái. Er þetta sponsor líka, það sé hana? Já. Okay. Ég er með alla Red Bulluna hérna. Ok, geðið. Ok, segðu okkur hvað bragða hana hjá þér. Okay. Hvað er the original Red Bull bragðið? Ok, sko, sérstu þetta ekki hafa smá tónlist undir það? Jó. Ok, kamera á mig, ok. Við erum með hérna sorry, ég ætla að ræða þessu svona. Ok, við erum með hérna kamera á mig. Við erum með venjulega Red Bullin, klassíska. Svo erum við með venjulega sykurlausa. Svo erum við með nýja Summer Edition, Juneberry. Svo erum við með hérna Apricot Edition. Og svo erum við með Red Edition. Og já, that's it. That's a message, baby. Ok, og við ætlum allar að smaka þetta núna. Er þið tilbúin í þetta, strákar? Let's go. Ok. Eigum við að byrja á The Classic? Já. Ok, við erum að fara að reyta þetta. Ok. Láttu ganga. Wow. Það mátt allir smaka þennan, sko. Já, þetta er heimsfrækt bragð. Hvaða bragð er þetta? Þetta er bragðið Þetta er Red Bull bragðið. Þetta er bragðið af... Þetta er bragðið af orku. 2 nóttina inn á B5 með vodka Red Bull. Já, þetta er bragðið af sigri og fucking koffíni og við erum að fara að vera góðir þangað til 5 nóttina. Já, þetta er bara svona gamla góð orkudrykka bragðið sem fannst 14 ára þegar þú varst að stelast út í búð, sko. Og þetta er líka PR í klættastökki að taka gainer af 20 metrum. Þessi hérna gæði, sko. Þá 3 svona og þá þorði ég að gera. Ég er ekki græðist, það var virkilega hann, sko. Ok. Allir búin að smaka? Ok, þá er það sykurlausi næstur. Er hann öðru í sig? Það er ekki mikil munur, sko. Það er bara svona, það vantar eða bara, já. Sykurinn? Já, ég finn það bara. Sko. Það er voða lítið munur á þessu, sko. Þessi léttari, sko. Já, hann er léttari. Þetta er eins og Mér finnst það miklu betur, sko. Mér líður svo hinn sé svona að, sko, bara fara í gegnum líkamann mína, menn þessi svona rennur ljúft og þægilega, sko. Ok, nú er komið að... Þetta er the one and only, 9. Þetta er 9, Summer Edition. Ó, spenntur. Art. Ok, hvernig var hann? Þessi er, ég verð að segja, sko, ég held að, fyrir mig allavega, þá er þessi held ég að fara að vera bestur, sko. Ég er þegar að vera jacked up hérna, sko. Allt í lagi, sko. Eftirbræðið er allt í lagi, sko. En ég er alltaf í... Juneberry er held ég... Mér finnst það svo ferskur eitthvað. Já, hann er það, sko. Þetta er sumadrykkur, sko. Herri, ok, Apricot. Apricot er sem sagt banani. Aprikosa. Aprikosa. Ok. Wow, öðruvísi. Nice. Ég fíla þennan. Þessi er góður. Meist þessi góður. Ok, og síðasti, en ekki sísti, er Vassmelonu Red Edition.
Þetta er fymta bræðið, það er vassmjöluna. Vassmjöluna klikkar alltaf einhvern veginn. Áhugavert, mjög áhugavert. Já. Ok, ég jacked upp akkur núna sko, ég ætla ekki að ljúga að ykkur. Sko. Minnst þér allir góðir? Já. Bara solid. Sammála með Juneberry, bestur. Já, ok, ef við að rita. Já. Ok, ég ætla að segja... Setjum á í röð. Já. Sko, svona röðum þessu upp. Þeir sem eru að hlusta bara, þeir fáið... Þið verið eiginlega bara að stilla vídeóið sko. Bæði hægt að horfa á Spotify, YouTube og Hubinu. Ok, er þið ready? Í fyrsta sæti, ok, ég byrja frá næst, ég segi bara fyrsta sæti. Ok, fyrsta sæti, það er nýji Red Bull Summer Edition Juneberry. Hann er bara fucking geggjar, ég er ekki ekki, þetta er besti Red Bull sem ég smaka. Við kjósum svo Sigurlausin hérna. Sigurlausur. Nei, já, ok, ég ætla að hafa þannig bara. Ok, 100%. Sigurlaus, kallar minn, sorry. Rétt, ok. Og öðru sæti á mér er The Classic, nei, sorry, það er Aprikósu. Aprikósu? Já, svo er það klassíski, svo er það Sigurlausi og síðasti er vassmelónan sko. Þetta er eiginlega bara, hann er með við hina, enga veginn jafn góður sko. Ég hef ekki smakað neitt gott sem vassmelónu sko. Nei, það er satt sko. En já, never have I ever. Hvað er í fyrsta, öðru, 3, 4, 5? Þetta er bara alveg eins nema svitsaði. Ég myndi setja Sigurlausa fremst. Sigurlausa fremst? Já, ég fíla original orkudrykkjabræði sko. Númer 1 hérna? Já. Og þetta er svona? Já. Nei, settu aðal Red Bullin nýjasta, hérna, já, hann er nummer 2. Okay. Síðan er Aprikósu, síðan er venjulegi og svo er melónu. Já, sérst svona. Já. Nice. En þú Arnar? Svitsa bara hana Red Bull Sugar Free og Juneberry. Juneberry er bestur og svo Sugar Free sko. Nice. Já, ok, svipar. That's it. Já, nákvæmlega það sko. Good stuff. Kækja, takk fyrir Red Bull. Já, takk fyrir Red Bull. Thanks baby. En hvað segir þið? Velkomin heim Davíð, þú varst einhverjum útlandum. Takk. Já, ég var á tenni. Alltaf ástina? Eða hérna hitt Akureyri. Hitt Akureyri. Mér líður eins og tenni sé... Þú varst alveg eðla næst stað. Geggjaði staðir sko. Mér líður eins og tenni sé orðið bara svona eins og lítið bæjarfélag fyrir Íslendinga sko. Það er svo margir hana. Sérstaklega amerísku stendinni, það eru bara allir þar. Satt. Og hérna, þú hittir bara Íslendinga á hverju einasta götuhorni og maður reynir að fara til að komast í burt frá Íslandi sko. En það er... Það er næs að hitta Íslendingar á milli. Já, ég er ekki mikið fyrir það. Ég reynir bara að komast í burtu sko. Mér finnst næs að hitta einhvern sem að þekkja svona milli sko. Það er smá, það er alveg stemningar eigast af fólk sem að þekkir í útlöndum. Sérstaklega út frá allir eru svo glaðir þarna, það er sól, það er allir að njóta sín skilur, það er allir í góðu stuð, þú ferð að sjá bestu hliðana af fólki þarna sko. Er það? Bestu hliðana? Já, mér líður eins og, þú veist þegar fólk er í frí að njóta sín, þau eru svo glöð og þau eru svo glöð að vera glöð. True, fólk er að fá D-vitamin og fólk er að njóta. Já, ég er að segja sko. Sunshine. En svo eru þið líka að drekka alls meiri venjulega sko, þannig að það er líka svona dimma hliðin á þessu. Ef það er það sem þú ert að eyða frínuðin í þarna á tenni sko. Það er svolítið þannig. En mjög næs, ég er bara geggjaður, elska tenni sko. Já, tenni er, eftir í fórangum senast, þetta er eiginlega bara the place to be sko. Já, þetta er svolítið home away from home sko, ef maður pælir í sko. Já. Plus Sunshine, en samt viltu ekkert vera lengur enn viku sko. Nei, ég átti svo góð upplifun síðast. Varst eitthvað að ferðast, varst ekki bara að liggja á chilla? Bara að liggja á chilla sko. Já, ok, ég er að segja það, roadtrip í kringum tenni er fucking æðislegt. Já, ég hef heyrt það þessi gæðið sko. Það er endalaust einhvern svona sjólaugum út allt og bara svona falleg stað til að mynda og bara svona bangers til að taka sko. Ég bara svona, ég eignast ógeðslega mikið álit til ég ferðast í kringum eyjuna sko. Já. Þetta er alveg fucking mögnu eyja sko. Þetta er það. Þetta er eldfjallaeyja, skilur. Þetta er bara eldfjallaeyja við strendur Afríku, sko. Já. Þetta er bara insane location. Ég lega keyrði upp fjallið og þetta er bara fucking biluð views og bara ég er mjög impressed, sko. Geðveikt. Views, baby. Herru, það er margt að gerast í heiminum í dag. Já. Og til þess að fara yfir fréttir heimsins, þá ætlum við að fara á Twitter. Það er Twitter-hotnið. Og ég var á tenni, ég var að sóla mig og ég var að safna saman the info. Ok. Og ég ætla að fara yfir fyrsta svona tweet dæmið sem var í þessari viku og það kemur út frá frétt og það er hann Þorsteinn í karlmennskunni sem segir karlmennum að hætta að kalla konur elskan. Sammála, það er fáralega toxic. Bara svona hæ-elskan. Ég veit að Alex segir elskan við bara margar konur sem það þekkir sko og ekki. Þú veist, sko, það er svolítið þannig fyrir mig, elskan fer meira í mitt daglega tal þegar ég eignast kæristu út, ég kalla kæristunum mín alltaf elskan og ég er svo duglegur að kalla hana elskan að ég enda með að kalla bara aðra stelpur í lífinu mínu, vinkonum mínar, mömmu mína, vini mína stundum elskan, út af því að fyrir mér er þetta bara
representative á bara mannesku sem að þykir vænt skilur og þannig nota í orðið sko en hvað er hann að segja, af hverju er ekki elskan viðeigandi, hvað með það? Ég skal finna tweetið hvað er hann að fucking væliði núna? Sko, mér finnst líka ekkert meira næst en þegar gömul kona kallar mig elskan svo... það er óslega endearing finnst mér it hits sko já, it really does sérstaklega þú þekkir hann ekki sko já, satt ég er að finna þetta ertu horny baby eða hvað er gangið í það? Sumt sem við erum svo vön að sé vinalegt kurteis eða ekki illa meint getur borið með sér yfirlæti. Yfirlætisfullan velvilja, þetta er litið af karllægu gildismatið þar sem konur eru kynþokkafullt krútt, brothættar prinsessur, elskur með góða nærveru, þangað til að benda þér á karlrembuna í þér. Snarlega breytist þessi elska í freka stjórnsama vafasama ljóta nord sem ekki hægt að umgangast því hún beygir sig ekki undir kvenleikan sem þú eða samfélagi ætlast til af henni. Tekur ekki þátt í þjónandi hlutverki kvenleikans undir leikreglum ráðandi karlmennskunar. Að ávarpa samstarfskonur eða fjartengdarkonur elskan getur verið hluti af smættun og ögun kvenleika eftir yfirlæti karlmennskunar. Leikrit sem karlar taka stundum upp án ásetnings yfirlæti en getur verið hluti af fornaldar hlutverkum. Það skiptir ekki máli þóttir finnist þú ekki vera karlremba eða hafa hvorki illa né yfirlætisfullan ásetning í huga. Þetta snýr að valdatengslum og samhengi. Hvenar, hvers vegna, hvernig og hver segir og gerir það gagnvart hverjum. Heldur að vera leiðilegum maður Við megum stundum bara að hlusta þetta er svo satt Þeir viljum heyra meira þetta er svo satt sko. Þetta fer lengra sko oh my god sko. Bara heima hjá að kúka þetta bara Málið er, ok, ég vill ekki shitta hann hann er að reyna að gera gott sko. Hann er að reyna að stíga réttum fæti fram til þess að breyta einhverju hegðun sem honum finnst ekki verið lægi en þú veist, to be honest það er hægt að lesa of mikið í hlutina og það er hægt að, þú veist, þetta er subjective, þetta er up for interpretation og þú getur ekki, þú veist, að mínum að þetta er fulllanfarið, sko. Já, bro, it ain't that deep, sko. Ég er að segja það, þú veist, og líka... Eða kannski er þetta bara það djúpt að við erum bara, þú veist, það grunnir í þessu, sko. Ignorant to it, má, vel sagt. Þegar það komið shadowban og elskan, sko, þá... Já, það er bara máli, og þegar, þú veist, elskan kemur frá því að elska, skilur, þú ert elskan mín, skilur, þetta er kærleiksríkt orð, skilur. Já. Það er þannig fyrir mér, sko. Þetta er galið, þetta meikar enga sens, sko. Já, ég segi ekki elskan við neitt nema bara kærstuna, sko. Já, ég þetta alveg að segja það með stundum, skilju. Ég segi besti minn og elski minn og allt það, sko. Elski minn. Elski minn. Ég finn nú ekki elskan mín, sko. En já, það kom annað tweet síðan sem var eitthvað, hvernig er best að svara óvelkomnu elskan frá karlkynni? Kútur, dulli eða bara fuck off? Og svo er einhverjum sem segja snulli og dulli, að segja elskan tilbaka er líka gott, annars þá ræddi ég við lögreglumann í gær og enda á að segja takk elskan. Svo er einhvern veginn sem segir einhver tíman á verkfundi svaraði kall mér með vinan mín þegar ég kom með einfalda spurningu. Ég svaraði ekkert vinan mín neitt. Allir eruðu mega vandrú. Já, þetta er nefnilega málið sko. Því að þú veist, þetta er svona hlutur sem er svo mikið up for interpretation. Þú getur túlkað það hvernig sem er og það getur verið meint hvernig sem er. Já, þetta er slang sem einhver hendur út og hann heyrði þetta bara hjá vinnu sínum eða pappar sínum eða einhverjum En sumir líka nota þetta til þess að vera bara, litla mín, slakað á. Veist, það er alltaf einhverju perrar. Ég veit en það er líka, veist, bara út af því, það á við öll orð. Þú getur nota flest orð og sagt ákveðin hátt og það getur verið til þess að gera lítið úr þér. Þannig að þú getur ekki banna orðin. Það sem þú þarft að gera er að kenna fólkinu að bara tala almennilega og eiga almennilega samskipti. Það snýst ekki orðin, það snýst fólkið. Já, en af því að fólkið er búið að rústa þessu, þá hefur þetta áhrif á alla. Já, ég veit. Það er svolítið þannig. Þannig að, já. Heimurinn er fucking glata. Þetta er áhugaverð pæling hjá hann sko. Ég dýrka hann í karlmennskunni sko. Hann er alltaf að koma með góða pælingar fyrst með sko. En ég meina missum við eitthvað út úr lífinu ef við hættum að segja elskan. Ég elska elskan sko. Þú veist, út ég kalla kærastum mín elskan og það er bara, hún elskar það, fattar þú? En af hverju? Og ég elska að kalla hann elskan. Ætti einhver fullorðinn kall að segja þér hvað þú mátt segja elskan eða ekki? Hann er ekki að segja mér, ég held sem er bara svona að hann er að vekja athygli á hvernig sumir getur upplifað þetta á neikvæðan hátt skilur og segja kannski ættu að breyta þig og ekki nota þetta orð skilur ef þið segið elskan, ef þú myndir segja elskan með einhverja konu bara svona að því að þú ert vanur að gera það og hún segir bara eitthvað, já dúllinn minn skilur, gett svona kaldhænislega í einhverjum svona passive-aggressive tón þess myndi ekki drepa svolítið væpið í samtalinu og setja upp eitthvað svona scenario sem að hefði kannski ekki átt að vera eða ert þú bara, þú veist og forréttinda blindur skilur en þetta er líka bara þetta er svo persónubundi þetta er gjössalega persónubundi og þar alveg þetta getur ekki sett eina reglu fyrir alla til að mega ekki nota eitthvað orð skilur það er bara þannig skilur að mínum að þið næsta tweet, herru, Beggi Ólafs hann
var í einhverjum fókus, einhverju blaði í frétt og hann sagði hérna, fólk hissa hans í doktorsinum vegna útlitsins og þá segir Óskar Steinn, það trúir því heldur enginn að ég sé með háskólagráðu því ég er svo fucking sexy og sætur, alveg orðið vel þreytt ég las ekki fréttina en mér finnst það alveg gott í að begga sko. Bara, er ég doktor? Já. Bara, ertu doktor? Já. Hvað, erstu það ekki? Og þá sagði einhver annar sko sé hvað þið fyndið. Það var einhver annar sem sagði sko ég man ekki, eitthvað svona nei, Beggi, það er ekki ástæðan fyrir að fólk heldur að þetta ekki doktor Shit, verið að brenna Begga hann verið að brenna Begga sko. Herru, næsta tweet er eitthvað Internet Hall of Fame og það er hérna einhver sem sagði I waved to a man because I thought he waved at me. Apparently he waved to another woman. So to get out of the awkward situation, I kept my hand up and a taxi pulled over and drove me to the airport. I am now in Poland starting a new life. Þetta geggja. Þetta svo mikið eitthvað sem ég myndi gera sko. Já, bara svona commit. Bara svona halda áfram. Já, ég myndi bara taka þetta alla leið. Bara svona taxi! Ég tók þetta á samfélags og var að labba á ganginum og einhverjur hæ og af einhverju aftur mig fucking sorry bara einhverju krakkar eða? Nei, fullorðin kona að tala um security guy eitthvað hæ, aski oh shit hæ sárt sko herru, við fyrir í næsta tweet það er fullt af tweetum í dag ég fíla svo mikið og núna, þetta er alveg uppáldið núna sko, ég ætla að vera með í hverja einsta tweetrótni þá ætla ég að koma með tweet frá þessum aðila og það er Andrew Tate Andrew Tate segir avoid women who go to festivals. They're either on some loser's table who's feeding them cocaine or in a crowd of sweaty peasants because they're sweaty peasants. Endless Instagram stories screaming and having fun to prove to the world they're worthless. Hard pass, festivos. Festivos. Bro, who hurt you, man? Já, þetta er mjög satt sko, hann er mjög mikið að venda sjálf sig, skilji, út af því að þú veist, hann er örugglega mjög hann er mjög loving gæi örugglega því að ef hann er að venda sjálf sig svona mikið sko, hann er ekki öruggur. Hvað gerir maður þegar Father Tate segir að það sé bara festivos? Er stráka bara að fara að ditcha alla stelpur sem fara á þjóðatíð? Já, mjög góð punktur sko. Ég veit ekki alveg hvort þjóðatíð á heimann og því að minnst eins og allir elska þjóðatíð á Íslandi sko. Það er ekki flöskuborð þar sko? Nei, það eru tjöldin sko. Það eru einhver flöskuborð sko. Já, nei, það er ekki flöskuborð. Það er ekki eitt flöskuborð held ég. En hérna, ég held að sé meira að meina bara svona típuna. Hann er að leggja árás á típuna sem vantar viðurkenningu, vantar athygli, þarf að strákarnir sé að reyna þessi, þarf að strákarnir sé að senda DM eða slæta með eldamótsín skilju, þurfa einhver viðurkenningu og það skilji út því að það er típan sem er þreytt. En bara festival yfir höfuð. Að hann segir sko avoid women who go to festivals. Já, ég held að hann sé bara að nota festival sem dæmi út af því að það er bara eins og klúbburinn. Já, þetta er svolítið the epitome út því að þú sækir í athygli á stað sem mikið annað fólk eru skilju, þannig að það er bara svona þú veist, það sem hann er að nota sem dæmi út því að þú getur sótt athygli á samfélagsmiðlum, þú getur líka sótt athygli á festivals, fatturu. Þannig að ég skil hvað hann er að meira, hann er að þú veist segja bara halda ykkur frá þannig típu og ég er alveg sammála honum to be honest sko. Svona athyglisjúkar típur sko er alveg þú veist, ekki beint mest heillandi stelpur finnst mér skilju, þú veist flöskuborðstelpur. Já maður, þetta er ekki góð típa sko, ef ég að vera alveg hinskilin sko. Ok, en hugsa samt, ef við værum þessu stöðu og er bara fullt af einhverjum gælum skilur að kaupa áfengi og flöskuborð fyrir okkur, myndið þið ekki henda ykkur á borðið það? Maður myndi ekki endilega segja nei, en ef þú ert fyrirfram að sækjast í það og þú ert að reyna rub shoulders til að fá drikki eða til að komast á flöskuborð skilju. Já, þá ertu slæmi sko. Það er það skilju og ég held að það er where he's getting at sko, því að þú veist, þú getur alveg gert allar hluti bara with class, fattari, og ég held að hann sé bara tala the ones that do it classless. Easy come, easy go. Já. Já, sko, síðan vildi ég tala aðeins sko, hvernig, sko, TikTokin mín, ég er alltaf að fá eitthvað svona, þetta er eitthvað eitt podcast, þar sem að einhver gaur er alltaf að fá einhverja gellur í podcastið sitt og er síðan að þú veist láta þær segja eitthvað stúpid og svona óna þær skilur. Hafið þið séð þetta? Út af því að þau eru klála, veist, hvernig segir maður þetta? Sammála. Hann er, já, þau eru svolítið vitlausar skilur, þau sem koma annað skilur og það verður bara að segja skilur. To no fault of their own. Já, og þú veist, það er ekkert allir, þú veist, vitsmunlega gefnir skilur og hann er klála að velja stelpur sem eru klála ekki þú veist, vel að sér í að debata svona hluti sérstaklega með mic og kameru fyrir fram að sig sko, og hann eiginlega gerir í því að fá þessar stelpur í heimsókn til þess að búti klippur sko.
hann samt, þú veist, ég sá gælu sem var calling him out sem kom í Ég sá hún podcasti, líka. Hún var crushing it, sko. Já, hún geggjuð. Hún stóð í honum, sko, og hún var calling him out og ég stóð svolítið með henni, sko. Ég held mér að ég geti pullað upp vídeo. Ég held það, sko, þetta væri heldur gott að sjá þetta, þegar þú veist, þetta er svo lél. Ég fannst þetta refreshing, ég kom með nett leið að þessum gæja, sko. Hann er throwing cheap shots, þetta er svona, þetta er mjög mikið small dick energy sem þetta er það, skilur, en þú veist, hann er líka doing it for the click, sko, þetta er ekki endilega representative á hver hann er, hann bara veit að þetta virkar út því að allir görðin sem horfa á þetta er bara yeah man, fuck those women bro, þetta er eitthvað þannig, skilur all women are stupid, eitthvað hérna og Gorlock the Slayer getið please horta á það getið please horta á það sorry, það er fyndið já, það er það, við verðum vel að horfa, ertu með þetta? Nei, ég er ekki með Gorlock, en ég er með þú getur searcha Gorlock ég skal searcha Gorlock, en þetta er sérst gælan sem að koma á Gorlock shit sem þú tala um nei, hefur ekki séð það Arnar? Hefur ekki séð það? Arnar, þú mynd fíla það Gorlock? Já, nei, þú heldur byrjum að þessu, þú förum svo eftir í Gorlock What an inappropriate thing to say. I think you need to get laid. Well, I mean, she does have a fiance. I'm engaged. I get laid quite frequently. You need more, or the beta's not cutting it for you, or something. I think. Okay. See, this is coming from a very strange position of deep internalized misogyny. What is that? What is internal? No idea. The utterance that I need because of my behavior, because of my disagreeableness, I need to get laid. Just call me a bitch, I guess. Just use a gendered I do think insult. you're a bitch. Okay, slay, and I'm allowed to be. Yeah, slay. Just like I'm allowed to be stand up like a normal person and show my outfit. But can I ask you a question? Why? So you're kind of coming for her a little bit. Have you guys been upset about the OnlyFans stuff? I'm annoyed in this whole conversation. Yes. Not to be rude. I think that she's just very opinionated, and guys, some of it be nice hits. to Bae Guevara. I'm being nice. I think that she's just very opinionated, and she's allowed to be. Some of it hits us directly, and we're responding how we feel. In my defense, I did not plan to invite an anti-worker. I didn't even know. She just told me she was a feminist. I'm pro-worker, anti-sex work. Oh, excuse me, anti-work. Yes. Okay. Did you guys can you guys reconcile? Listen, did the twerk help? Did her twerking on you, did it help? Listen, or did it make things worse? Deal. No, I think if someone would have told me these things, I was so stoked when I was 19 and I was in work. Anyone telling me that I was ruining my life or doing something negative for society, I would have had the exact same reaction. I don't blame any of you for having this reaction against me, but I would hope in time you would probably realize that during this I was trying to help women and keep them from becoming me. The crazy part is I actually love what you stand for. It's just the way you deliver things literally makes me want to bash my head against the wall repeatedly. Right. I don't owe you any sort of delivery. If you don't like what I'm saying, you should be an adult woman, and you should handle that within yourself without throwing a fit. Fits are fun. And that's fine. All right. So I'm gonna. Hold throw on. up. So, you basically have women who are going to university being indoctrinated in this man-hating ideology, which is feminism. It is a man-hating ideology, and many. I don't think that's feminism. I think women are gaslighting each other into believing that that's feminism. I think that is reactionary. I think that's reactionary feminism to years of abuse, mistreatment. I think that is not true feminism, and I believe that there is a vested interest in liberals trying to feed this to future generations. I think that that's capitalistic. I think that that's capitalism at work. Also, when we talk about the sexual revolution, it does not benefit women. That's not feminism. The sexual revolution only the editor's seeks to doing it benefit wrong a very here. small number of men, right? And that would be the hypergamous men. That would be the top 1% of men. Right. Women are not happy that way. That's not feminism. This is a bastardized version of feminism that has been taken from women and given to leftist men who have advantages in women being hypersexual, promiscuous, not treating their bodies like their bodies. That's not feminism.
This is something else entirely. This is a bastardized version of this. Well, again, no true Scotsman fallacy, but so look, and I want to finalize my whole thing as far as why I believe feminism is not about equality. Here's why. Because if feminists will not fight for a component, that's not the right word. Feminists will not fight for equality if said equality does not stand to benefit women. So it's equity. So I know. So there are certain times when. Hold on. Let me just finish my point really quick. So, relax, lady. Okay. Feminists will not fight for equality if said equality does not reap a benefit to women. So, for example, military conscription. This is what I was just going to talk about. We're talking about equity. I'm not really familiar with this term equity. Equity is to each their own need, and it's taking into account that males and females are different, and so they need different things. So if we were to go with the basis that both of the sexes have equal dominion over the earth, but they are different things are going to happen. Yes, I believe that they are different. Yes, I believe that we are different. So couldn't it be argued then? I mean, you mentioned that there's a gap in terms of people who are at the top of politics and the top of corporations. Sure. Couldn't you argue that because of our differences, that pushes men to want to achieve? I believe in a naturalistic patriarchy. So I think that patriarchy is naturally what we come to when there is a stronger, bigger sex, right? That's tribalism, that's Darwinism, that's evolution, right? The stronger, biggest of the group is going to want dominion over the smaller group. But what I think that served a purpose in Neolithic times. I don't think now in the post-technological age, almost in the post-human age, that the patriarchy needs to be so well defined. Right? It made sense in the 50s or even before then. Even when we're talking about the 1800s, it made sense before you could do anything on the computer, make your money on the computer doing podcasts. Right now, you wouldn't hold up. You're not muscular, 6'8", hunting things with spears. That's what a man is, right? So these gender roles, I disagree with that. This patriarchy is unneeded. And women are actually, evolutionarily, also very well suited to powerful positions. We're very agreeable. We are very good at compromise. We're very good communicators. Whereas men are unfortunately losing some value because a lot of it is brute force, right? Post-technologically. I kind of reject a couple of your statements there. Which ones? Well, I mean, you say that men is like brute force. Well, we know that women are on average have higher IQs than men. We know that we're more agreeable. We know that we have better communication skills. True. We're more emotionally adept. That is true. It's an inappropriate thing to say. Frábær klippa, ég ánægður við leiðum henni bara anda alla leið sko. Ég sá hvað hún löng sko, ég bara fyrir að fara að horfa á allt en þetta var bara æðislegt sko. Já, málega, maður sér alltaf svo fucking stuttar klippur, bara eitthvað 20 sekúndur, bara eitthvað einhver gaur að own einhverja sex worker gælu, skilurðu, en þannig að færðu samhengið og færðu þú veist, you got the receipt, skilurðu. Já, og líka loksins fær hann, þú veist, manneski sem educated, þú veist, þetta fyrsta sinn sem hann fær manneski sem par við hann, skilurðu. Já, sem með, þú veist, sem þekkir líka, búin að educata sig on the ideology á því sem við verðum að tala sko, en ekki bara gælur sem OnlyFans sem ekki búin að mennta sig neitt þú veist, efnið, skilurðu. Áhugavert. Þannig að það var frábær klippa sko, alveg mjög skemmtilegt sko. Mjög áhugavert sko. Herðu, það kom inn, nú skulum við fá finna gorilla. Já, Arnar, þú veist ekkert hvað þetta er fyrir að vera, þetta er, að mínum að þetta er búið að finnasta klippan sem er komið út og það kom frá þessu sama podcasti, en þetta var bara svona, þú veist, þetta var bara eitthvað svona mím sko. Er það að tala hana? Ok, við. Jú, ég veit hvað þetta er. Pichang wangi kohta, nanni tukchangi. Hi, I'm Kiko. I'm 23. I go to UCSB and I also bartend. Það er svo ljótt sko, það er svo fucking ljótt grín. Ég ekki læga sko. Þetta er fucking fyndið sko. Ég dýrk þetta sko. Þetta var bara smá curveball sko. Þetta er lótt fyndið maður. Já maður, herri, áfram með Twitter-róðna, þetta var frábært. Næsta Twitter, herru, það er einhver bitur kall sem að segir hérna: úrkynjaði viðbjóður sem menningin okkar er, orðin. Erfingi KFC vill vera popstjarna og núna er það eina popkultúrefnið á öllum miðlum. Fucking ógeð. Wow. Mans is hurt right now, sko. Og ég held að hérna, Patrik Atla hafi bara sagt eitthvað, bara hiti, spurningamarki.
á Twitter og þetta hann svaraði við því. Nei, hann svaraði, Patrik Atlas svaraði bara með hiti spurningamerki sem frekar gott sko. Já, shit, þetta alveg veist, já bro, why you hating sko? Já, ef þú ert þarna og þetta pirraði svona mikið gamli, þá ert þú bara þú ert meir því að líður illa og þú þarf bara að spá í þín eigin lífi skilju, því að veist, ef þú ert eða orku í að henda í svona tweet gagvart einhverjum strák sem bara búið tónlist og vera flottur gæi skilju, bro, you need to take a look at yourself sko. Líka bro, ef þú værir erfingi í KFC og gæti gert það, okkur myndir ekki bara vera popstjárn 100%. He's doing it right já, sko. Ég verð líka, mér langar eiginlega bara að shout out á Pretty Boy Choco sko, því hann bara, he's doing it og hann geta ekkert eðla vel. Er hún sem nýja tónlistvídeói? Já, gæðvegt. Mjög flott sko. Okkar maður, Arnar. Já, producerinn okkar, Cameron Arnardór. Hann gerði nýja Pretty Boy Choco í samstarfi við World Class. Vídeóið er gert af Arnardór, kamerun aftur á það kallið minn klöpp fyrir Arnari sko. Ég er líka með vídeóið hérna til að sjekka það. Ég var að previewa það. Let's go. Þetta er það Arnar. Damn. Skemmtilegt vídeo. Já. Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér, svona þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og alla stað. Hann í íþróttatoppi sko. Hann ekki sefi. Gæðvegt. Þetta bop sko. Flott vídeo. Vel gert Arnardór. Sjúklega vel gert. Já. En já, hann var pirraður þessi gaur út í patta. Já, ég skil hann skilur, he's bara down on life skilur og svo þú veist, svo Patrik bara að rústa, svo Pretty Boy Choco bara að rústa skilur og það bara fyrir töðunum því að lífið hans bara ekki næs skilur. Þetta svakalegt. Næstu fréttin, það að Amber Heard is reportedly quit Hollywood and is moving to Madrid. Oh shit. Hún farin frá Bandaríkjunum til Evrópu bara. Ég ætla einmitt líka að tala Amber Heard út af því að það sem sagt, hún búin að vera klippt aftur inn í Aquaman 2. Það var búin að klippa hún út en hún að vera bætt aftur inn í. Já, hvað það eiginlega? Það áhugavert sko. What? Já. Þetta eins og Bud Light dótið. Þetta eins og Bud Light dótið sko. Já, hvað finnst ykkur Bud Light dótið? Útskæri fyrir mig. Það bara eigandinni gett, þú veist, búin að vera að nota einhverja transmanniski sem andliti. Það nýr CEO. Og Suðuríkin að missa. Já, nýr CEO hjá Bud Light, held ég. Og Nei, hún alveg búin að vera einhver tíma held ég sko. Já, ok, allavega. Hún kom með nýja auglýsingaherferð sem að Dylan Mulvaney sem hérna transaktivisti en samt bara búin að vera trans í 1 ár eða eitthvað. Hann núna nýja andlit Bud Light. Og fyrir þá sem þekki ekki Bud Light, þá Bud Light mjög svona, þú veist, redneck, svona red-blooded American, skilur hérna bjórmerki, svona light beer og þú veist, mjög vinsæll í Suðuríkjunum. Og markkópurinn fyrir það yfirleitt svona rauð ríki, sko, sem eru Republicans, fólk sem ekkert mikið að fokka með trans, sko. Já. Og hérna, þú veist, fregnir herma að Bud Light sé bara að hrynja núna í, þú veist, búðum og það bara enginn að kaupa þetta og já, þeir eru svolítið betreyja sinn vinst maður aldrei að, þú veist, ég skil alveg maður á náttúrulega, við erum opið fyrir öllum sko maður aldrei að, þú veist, brjóta tröst hérna, your loyal group sko. Já, en samt that being said skilur, þú veist, ef að brjóta trösti að setja transmanniski sem andliti sko þetta viðskiptavinahópur sem þú vilt hafa skilur, eru peningar þú veist, þess virðið að þú þarft að standa með einhver fólki sem á móti því að þú sért að vera trans. Ég held að einhverju 5 gauðra sem að eiga Bud Light sé drullu saman sko. Þeir séu bara að horfa okkur á tölur í Excel-skjali sko. 100% og ef við erum að pæli því bara from a business standpoint eða business move þá þetta fucking heimskulegt. Þú verður að þekkja hver þinn key markhópur og þú tekur ekki bara eitthvað fucking woke move og veist, gera alla þess að viðskiptavinni brjála. Veist, ef markmið að græða pening þá ert þú að skýta upp á baka okkur núna og sem CEO, þú veist, jú, það alltaf þetta, veist, maður sér þetta svo mikið í Hollywood að það alltaf verið að taka einhverjum svona woke ákvarðanir sem eiginlega bara svona að gera ekkert fyrir söguna og eiginlega bara svona taka frá sögunni til að koma inn þessu woke dæmi, til að inklúta, til að vera inclusive og þetta eiginlega bara svona gerir ekkert content eða skemmtunina betri og gerir klálega ekki bjórin betri, þú veist, þannig sé skilur við. Nei, og þessi Dylan, hann líka sami segast, hérna, gaurinn og var í nýjustu auglýsingaherferð Nike fyrir konur og var í kvenna toppnum. Og hann ekki með kvenmannsbrjóst ennþá, en
og þess vegna fannst fólki skrítið að hann væri svona andlit kvenna íþróttafata á hjá Nike. Hvað heitir hann? Dylan Mulvaney held ég. Get the bag Dylan, get the bag. Já, sko. hann að móka á þessu sko. Maður. Þú veist, gott fyrir hann bara. Já, þetta eins og, hvað heitir hún hann Bruce Jenner, Caitlyn Jenner, þú veist. Þú deadnamaðar hann sko. Shit. Það bara ekki lagi. Oh god. En já, deadnama, það bara term. Það term. Að kalla einhvern fyrra nafninu þeirra. Oh my god. Það bara, forgive me. Það held ég með þess að brota á lögum í Kanada eða eitthvað þannig. Hættu þessu? Þetta ólöglegt? Já. Nei, það er verra í Kanada. Þú mátt ekki sko misgendera fólk. Er það ólöglegt að misgendera? Gamli, maður getur ekki vita, skilju. Ég stundum horf á gaur og hugsa bara, er þetta gæla? Og stundum horf ég á gælur bara, þetta getur verið gaur. Já, ég tek enga ábyrgð á þessum heimildum, en þetta er það sem ég hef lesið einhvers þar. Fyrst ég kynst Arnara var ég bara, er þetta gæla? Já, kannski. Don't assume the gender, bro. Já, satt. Allavega, síðan er ég með síðasta tweetið hérna og það var sérst einhver Hörður sem að segir, jaja, it was a good run. Hann fékk sem sagt e-mail frá miðstjórn dómstóla lögreglunar. Dómkvaðning Arnar til athygli þinnar sko Dylan Mulvaney að beiðni Catherine de Bolle kjörinn forseti Europol lögreglustjóri alríkislögreglunar yfirmaður barnaverndarsveitar þá hef ég sambandið þig stuttu eftir 12 árás vegna netyfirferðar heimiluð engum með tilliti til barnakláms, barnaníðs, netkláms Exhibitionist kynlífsmikl síðan 2009 til að upplýsa þig að þú sett viðfangsefni okkar með nokkrum málum í gangi. Barnaklám, barnaníðs, sýningarmaðurinn, internetklám, mannsal og kynlífi og þá verið að senda honum sérst e-mail sem er augljóslega fake að hann hafi verið að rannsaka hann vegna barnakláms. Já, ok. Og þú veist, þó að þetta sé fake þá djöfull ef ég myndi fá svona e-mail shit hvað þetta er stressandi sko. Það heitir ekkert grín sko. Okay, þannig hver var að senda þetta? Bara einhver random? Svo endar þetta á Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri. Þetta er frá dómkvaðningu allríkislögreglan@government.se þú veist, augljóslega er þetta fake. Já, en þú veist, það eru nokkur epli hérna heima sem að mynda alveg ekki ég myndi ekki fatta og það var að finna að senda þetta shit gov.se, það hljómar alveg legit. Já, það gera það nefnilega sko. Ég myndi ekki segja gegnum það sko. Ég myndi bara skoða hvað fokkanum er ég með hérna Þetta er frekar að finna þið sko. Þetta var Twitter-arnir strákar. Huge Twitter-arnir. Ég er aðeins meira hérna nice. sem ég langa að tala ég er með þess að smá umfjöllum Met Gala. Fylgdustu með því? Já maður, ég sé bara svona highlights, the best looks og hvað minnst það er skemmtilegt. Ok, þú veist, Met Gala, þetta er alveg cool allt það. Hvað var þema aftur? Karl Lagerfeld. Var það þema? Já, Karl Lagerfeld. Er það ekki hönnur? Já, hann er hönnur og bara svona íkon og það er bara merkið Karl Lagerfeld, það er bara töskur og föt og allt það. Og það var hérna einhver, Jamila Jamil, sagði, last night, Hollywood and fashion said the quiet part out loud when a lot of famous feminists chose to celebrate at the highest level a man who was publicly cruel to women, to fat people, to immigrants, and to sexual assault survivors. And all the women's publications and spectators online chose to gleefully ignore it. Suddenly, your appetite to fight someone's tweet from when they were 12 has gone. Nobody has perfect morals, least of all me, but Jesus Christ, we had a year to course correct here and not award the highest honor possible to a known bigot, and everyone just decided all of a sudden we can separate the art from the artist when convenient, and it's one rule for us and another rule for everybody else. Last night we relinquished our right to be taken at all seriously about anything important. Ég alveg sammála þess að þú veist þetta Hollywood-lið skilur sem elskar að vera fucking woke og cancela fólk í Hollywood fara síðan á eitthvað geðveikt snobbað elituball þar sem allir klæðast einhverjum fötum sem til að heiðra Karl Lagerfeld sem var bara opinberlega fucking piece of shit sem hataði bara konur feita einstaklinga og bara alla aðra skilur, hann var bara
anti-woke gaurinn, Já, áhugavert. Það er mér þetta bara áhugavert því að þú veist, þetta er bara svolítið Hollywood, skilur. Hollywood er bara hypocrite, skilur, sem gera bara sem að henda. Einmitt, út af því að líka, þú veist, að almenningur var ekki endilega það educated hans history, skilur, þannig að var ekki það voru allir að calla þetta out, sko. Jafnvel þegar þetta var announced og allt, sko. Já, það? Var alveg svona mikið kick? Já, ekki svona mikið, en að því að þú veist, það er allir mættir þarna, skilur. Það er allir, þessi Kim Kardashian er ekki að fara að missa einhverju kláti, skilur, bara að því að einhver gaur var einhver misogynist, sko. Já, en samt eru þau öll að berjast fyrir einhverju vókreyingu en þegar kemur að mæta Met Gallinn, ég get ekki beila á því. Nei, ég verð að mæta, sko, þetta er bara algjör heiður að fá að vera þarna. Ég er pæli átsettur mín í 8 mánuði, svo ég er bara fucking láta sjá með þarna, skilju. Nákvæmlega, talandi átfittin, það voru nokkuð góð. Já. Og okkar með Lil Nas, hann var hann er alltaf bestur, hann er alltaf í bara einhverju oh my god. Já, hann er bara eitthvað glimmer. Holy shit. Glimmer man. Já, sko, fá þetta hreinu líka, hann er packing right there, hann er packing, sko. Hann er með feitan, sko. Ég held að hann hlýtur sokkarna, sko, þetta getur ekki real. Getur ekki verið, sko. Getur fengið... Þetta er bara eitthvað svona... Arna, getur við double-checka því? Er þetta alveg Game of Thrones Narnia type dot, sko. Við skulum zooma hans inn á the package, hérna, snögglega, bara til að sjá hvort það sé sokkur að henni. Þetta er pungur. Þetta er pungur, sko. Það er pungur. Jesus Christ. Svakalegt. Og svo var Doja Cat, hún var líka ég sá þetta poppaði upp á fítunni á mér, sko. Ég hugsaði bara, þetta er eitt af skrýtna sem ég sé, sko. Og málega, hún talaði ekki allan tíman. Nei, hún var að segja mjá allan tíman. Hún sagði mjá. Í öllum viðtölum sagði hann bara mjá. Málega, þetta er the highest level of bara svona fashion expression þegar kemur að þessu og fólk bara, they go so above and beyond til að vera bara öðruvísi. Mér finnst þetta pínu ógislegt, sko. Þetta er weird, sko, en þú veist, hún allavega vakti mest athygli. Þetta er bara athygliskeppni. Já, og bæði, mér langar ekki að segja að Doja Cat sé ógislega, mér finnst bara allt þetta dæmi er svo ógislegt, mér finnst það svo mikið svona Hollywood elítu, þeir eru bara eitthvað fucking fólk, skil. Já, en ég pældu samt líka í því hvað þetta er að líkjast hérna, hvað heitir hérna, Hunger Games. Þetta er mesta Hunger Games í því. Þetta er með gala bara lúmst eins og Hunger Games, ég veit ekki þá sem ég hafa séð myndina, en þetta er gert í framtíðinu og þá er bara svona mjög mikil stjættaskipting, skilju, milli, þú veist, já, bara stjættana og það er bara fræga ríkafólkið, eða bara ríkafólkið, þau eru bara borða að drekka og dópa allan daginn og þetta finnst mér bara, þegar ég sé hana í einhverju kísubúningu, það er bara, við erum korter frá þessu, skilju, þú veist, við erum svo stutt í þetta, skilju. Það er mjög stutt í þetta. Shit, sko. Þetta er scary times. Gerard Leto líka, hann var með eitthvað statement. Akkur er að tengja Karl Lagerfeld með kísur? Hvað var það? Elskaði hann kísur? Það málega? Hann átti kísur, held ég. Ég held að þetta var kötturinn hans sem allir voru að referensa í. Jáhá. Ég spældi í. Var hún að vera rebel þarna? Nei, hún var bara að vera deep cut, skilur dress fyrir Met Gala. Fólk þráir að vera öðruvísi, sko. Arnar, hvað myndir þú klæða því ef þú myndir mæta Met Gala núna? Myndir þú fara svona all out í einhver svona dæmi, eða? Nei, ég myndi bara mæta henni síðan núna, sko. Það væri my statement. Áhugavert. Það er svo ekki statement. Annarkur það eða hundur. Takk fyrir að þóra, Arnar. Takk fyrir að þóra. Allavega, herru, næsta mál á dagskrá. Ég ætla að taka bara yfir þetta núna. Og það er sem sagt, hafið þið heyrt leiðtogafundinn sem er upcoming í næstu viku? Nei. Ok, ég ætla að útskýra það fyrir ykkur. Það er leiðtogafundur Evrópuráðsins sem er coming up núna. Er hann á Íslandi? Já. Ég þarf að horfa á fréttir á það. Sko málið með, þetta er svolítið flókið og þetta er ekkert endilega það skemmtilegt en ég ætla að útskýra, ég ætla að reyna að gera þetta skemmtilegt fyrir ykkur, sko. Það er, Evrópuráðið er basically bara öll Evrópuríki fyrir utan bara eitthvað Rússland og eitthvað þannig. Einmitt. Og þau eru að fara að halda núna fund í Hörpu þar sem að allir þjóðarleiðtogar Evrópulandar að koma, bara allir á einu bretti til Íslands, henda sér í Hörpuna, taka eitthvað fund saman, og ræða hvað á að gera í þessu stríði, sko. Þetta er alltaf liðið sem að mætti á einkaþóttunum og allir brjálæði. Já, þau eru að fara að mæta, sko. Það er sérst 15, og já, ég ætla að koma með söguna aðeins. Síðasti leiðtogafundurinn var haldinn 2005 í Varsjá í Pólandi og þetta er sko 4. fundurinn bara overall. Þannig að það að við sem að fá fundin er alveg huge, sko. Þannig að við bara haldið 4 sinnum. Í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu var ljóst að reyna myndi á samstarf og samstöðu innan Evrópu. Evrópuráðið leikur þar stórt hlutverk og fundurinn er hluti að því að styrkja samstöðu aðildarríkjanna og tryggja að ráðið geti unnið úr bara stöðunni. Já. Þannig að þeir eru basically bara að fara að checka bara á, þú veist, what's the situation, sko, með Rússland og Úkraínu. Þannig að bara basically til að put it in simple terms, bara the bosses of Evrópu er að fara að koma en að hittast á Íslandi og þeir eru að fara að tala saman um hvað að gera með
Rússland bara Putin sko já, með Putin sko bara hvernig hann ætla að fucking square up á Putin og fara på Russian sko þeir eru að fara að bankastræði þetta er basically að fara að vera bara já við þurfum að gera eitthvað en við megum samt ekki vera of fljótfæra á okkur og gera eitthvað rash þetta er svo mikið, þeir eru að fara að segja fullt af hlutum en ekki gera raska, það er alltaf sama svo hluti eða þeir eru bara að fara að bankastræði til Russian með hnífa sko og bara inn á B5 og bara fucking stingan sko það er enginn hérna í Evrópu að fara að gera neitt með það sem Rússland er að gera sko það er enginn að fara að riska all out war, það er bara þannig skilur alls ekki, Rússland er að komast upp með þetta út af því að enginn er að fara að þora að gera neitt það er bara málið og ég ætla að sýna ykkur kort af svæðin í kringum Hörpu og þetta er sérst svæði sem verður lokað á meðan fundurinn er og við erum að tala um þetta alveg í 2 daga sko þannig að þessu svæði verður lokað er Sæbraut bara fyrir að loka? Já, þú getur ekki kert neitt sko allt þetta rauða, þetta er lokað þú mátt ekki kera það og hvað er þetta bleika? Það er lokað svæðið lokað við alla umferð hitt er bara bílaumferð þú mátt ekki fara í Hörpuna eða nálægt Hörpunni á meðan sem fundur í gangi Sæbrautin er bara smá Sæbraut ég held að fyrsta YouTube-vídeó að Closeness ætti að vera þegar við smiklum okkur að inn sko. Við ættum að fara þarna bara viku fyrir sem er núna og bara kampa já, ég sammála er það ekki eitthvað jail time eða? Jú, við erum örgulega bara skotnir á staðnum af því að núna er lögreglan búin að fjárfesta í byssum tel ég er búin að lesa þessum þetta, ég er ekki alveg viss þetta er ennþá brósæðin sko hérna þeir eru búin að fjárfesta í byssum og þjálfun á byssum þannig að þeir eru packing núna sko shit þið haldur bara að við séum einhverju rússar ef við púlum allt hérna upp hana já, við erum bara með YouTube takk þessu YouTube-vídeó ímyndaði bara að fara að Hörpunni og spretta að Hörpunni já, Lil Curly drepinn fyrir utan Hörpu með bakpoka og henda bakpoka skilur það er líka snæperar upp á öllum húsum að kring það er 100% það verður snæperar sko, alveg bóka sko þú veist, við erum að tala um fucking er ekki bara fórseti Frakklands og allir að koma bara já, held ég allar einhverju þannig einhverju big players mjög áhugavert já, þetta er alveg huge event og kostnaðurinn við þetta hjá Íslandi er komin upp í 2 miljardar að halda þetta fyrir nokkra motherfuckers 2 miljardar já og inn í þeim kostnaði er leigan á Hörpunni hver er að borga? hver er að borga? bara Ísland stjórnaræðið skattarnir okkar Við erum að borga þetta. Mér leiði eins og, hinn er hægt að chip inn eitthvað, skilju. Eða kannski er það bara chop change fyrir þessum motherfucker, skilju. Sko, þeir segja að tekjurnar sem koma að þessu sé eitthvað 7 miljardar, skilju. Bro, cap. That's cap. Tekjurnar? Þú veist, þeir segja eitthvað svona... Hvað tekjurnar? Þetta fólk þarf alltaf að koma. Maturinn sem að þau eyða í, þú veist, til að borða hérna, það fer einhvern veginn tilbaka inn í skattkerfið og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona bullshit sem hljóma vel. Sko, ef þetta er að fara að kosta okkur fucking 2 miljardar, sagði það ekki? Jú. Not worth it, skilju. Jú, við erum alltaf að fá eitthvað tilbaka, sko. Sko, mér líður bara sem þetta sé svona, bara Katrín Jakobs, bara fucking cloud chasing hérna, sko. Hún vil bara fá alla. Já, komið til mín, ég er bara geggja. Já, harpa, notum hörpuna, það verður frábært. Já, hún vil bara vera fucking halda ræðu og vera bara, hey, she wants the limelight, guys, welcome to Iceland. Já, ok. Við verðum síðan öll vinir eftir að ég er búinn, þegar ég fæ bara, þú veist. Og þetta er myndin og þetta takast í hendur og svo er þetta hún að gefa út svo þakklátt að sjá þetta sama í sammenningu. Þú veist, ég bara þú veist, ég ætla að vera leiðilegur og assúma það kannski er þetta ekki þannig þetta er augljóslega mikill heiður fyrir okkur en þú veist, bro, við höfum ekkert efnaði að halda eitthvað fund fyrir 2 miljardar sko. Og líka, let's be honest hérna, við erum irrelevant, skilju, það kemur það sem við bara við erum ekki að fara að gera jack shit þegar kemur stórum ákvörðum í Evrópu, skilju við erum með, en það er engin eitthvað hvað ætli Ísland segja við þessu? Já bara Katrín bara I have an idea, shut the fuck up The adults are talking here, skilju Við höfum ekkert að segja, við höfum þetta landfræðilega mjög vel staðsett fyrir stríð, sko Björk verið pottið með ógeðslega artistic performance til að representa hvað stríð er umulegt og Já, sko, Björk, hún er að bífa við Katrínu, sko það? Já, ég held að Katrín ætlaði að fara með Björk og einhverjum einum öðrum í eitthvað svona átak og Katrín bara ghostaði, sko og Björk var bara sár, mjög skiljanlega Hvað slúður þetta? Þetta er bara word on the street, sko. Nei, þetta var í fréttunum, sko. Þetta var hérna fyrir árið síðan. Ég man ekki alveg hvað fréttin var, en þetta var big thing, sko. Wow, okay. Og Björk brjáluð? Björk var brjáluð, sko. Líka hún lifir fyrir þetta shit. Björk hún er the real activist. Hún er alvöru, sko. Já. Hún er ekki líka boasting about it, skilju. Já, hún er líka bara sannur artist, maður. Ég ber svo miklu vinningu fyrir Björk, sko. Björk er best. Já, hún er það, sko. Hún var í, pældi að fá hann í þáttinn. Gaur, ég held að, sko, ég ætla að slæta í DM á Björk. Já, röglega ekki að vera að gerast, en ég ætla að vonast til að fá hana sem gerst, sko. En já, það sem að flestir búin að tala um í þessu öllu er það að 40-50 engaþotur verða að koma til Reykjavíkur á þessu tíma. Jó, það... Og á sama tíma er ég með eitthvað 5 fucking flokkunar tunnur heima hjá mér
að flokka fyrir umhverfið, skilur við á meðan einhverju gaurar eru bara eitthvað en framtíðin á Evrópu í þeirra höndum þannig að þess vegna er þetta mikilvægt, skilur við takið þið fucking Zoom-fund, það er þetta græði þetta allt, sko 2 miljardar tæknin er orðið það góð Zoom-fundur 0 miljardar þú veist, við getum sendt dróna milli heimsálfa, flóið með einhverju fjarstinningu í einhverju litlu þorpi í Oregon og bara stúta einhverju þorpi í Afganistan með dróna við getum alveg tekið fund þetta er allt symbolic shit þetta er bara fólk þetta er sýning þetta er fólk jerking each other off vá, Davíð, ég var ekki svona að hugsa út í það þegar þú segir það er ég bara, þetta er óþarfa sýning kom með ykkur takkarna, hvað gerir þessi? Þú veist, ef þú ætlar að vera efficient í ykkur svona þá gerur það sem er hraðast og auðveldast þarf ekki að putta upp á sjó, þarf ekki að vera með hörpuna þarf ekki að vera með mæka og myndavél en hvað, er þetta ekki 18 ára fresti? Er þetta ekki líka eitthvað til að sína að við séum að gera eitthvað okkar málum en þau eru ekki að gera jack shit þetta er bara sýning, skilur við ef þið ætlar að gera eitthvað, gerið eitthvað líka akkur þurfum við að sjá þetta þú veist, erum við að fara á okkur áhrif? Við erum ekki að fara að kjósa um neitt, þið ráðu þessu Þetta er málið þeir eru bara að reyna að láta lít út eins og það sé eitthvað að gera, skilur og jú, kannski gerist eitthvað, en það mun vera klálega eitthvað sem var léttlægt að gera í gegnum FaceTime call bara 100% búið til group chat, guys, búið til group chat skilur við, ekki eða 2 miljónum hérna, skilur við en ég veit það er alveg smá gaman að fá þið allir að tala saman, það er alveg næs Katrín er eiginlega stókt, skilur við, hún fær að taka einhverju myndir og vera með einhverju ræðu og lítur dókslega vel hún er bara að fá alveg klátt núna, sko Gaur, geggja Twitter á Davíð, þetta er alveg bara þetta er eiginlega orðið meira bara frétt á horni og ég er to be honest, I need it ég sko enga fréttir, Arnar, ég held að þú sko er ekki heldur frétt út eins og ég sko, þú er bara í þinn eigin content bublu eða ekki ég fer á Vísi, sko það? Vel gert maður, ég ger ekki það, sko ég sko ekki Vísi, sko ekki MBL, sko ég er ekki að konsúma neitt af þessu, þess vegna ég ánar að ég sé að fá þetta frá þetta já, líka bara þegar ég les eitthvað svona ég, þú veist, ég var búin að heyra eitthvað aðeins um þetta og ég var búin að heyra fólk vera brjálað, þannig ég dýpdaði aðeins svona í þetta og ég er bara sammála, sko, mér finnst þetta smá bullshit þetta er alveg overcompensation ég get ekki tekið hlauparhingin í kringum hörpurna því að einhverju gaurar vilja bara runga okkur raunum, sko ekki það ég hlaupi kringum í hörpurna oh my god, shit nei, randið er búið mér er svona alveg saman, sko, þetta hefur engin áhrif á mig, sko þetta er mjög góð punktur, sko getur líka verið bara money move fyrir Katrínu og þau eru bara nillifirinn hana já, getur verið að sé bara að fá extra money bro, heldur að sé ekki einhverju aðrir fundir sem að fara fram, þú veist, á vinnustofu Kjarvals í kjölfarið behind closed doors, já einhver fyrirtæki í Íslandi, það eru bara að selja hálft landi bara eftir 2 ár, sko ætli þau fari á jammið eftir þetta Gaur, þau fara í eitthvað neðanjarðarbyrgi út á landi þar sem ég er með byggja svona Jeffrey Epstein shit, sko ég er alveg svona, en ég er að hugsa, sko, hver verði aðalfokkarinn í, sko, ætla að sé ég hef heyrt að forseti Frakklands já, hvernig vissir þú? Hann er svo, hann lukkar eins og fokkar, nei, líka bara það er svo löng saga af spillingu í Frakklandi af bara svona crazy shit, bara svona crazy sex stories, bara svona bara vændi og bara dóp og bara alls konar shit, þú veist, Frakkland er svo fucking spilt, Arnar, ég veit ekki hvort, þú veist, ég hef hórt að endalaust af einhverjum documentaries og bara svona fréttum Emmanuel Macron, sko, neymdroppið, sko ég var örugglega flaggaður, Pottet, sko, við gerum ekki TikTok að þessu, sko ég vil ekki fokka í þjóðarleiðtugum, sko já, er okkar maður frá Úkraínu líka að koma Zelenski? Nei, hann verður á fjárfundum, hann er busy, sko, hann er busy akkur núna, sko er þetta ekki svolítið skakt eða þetta skilti hérna okkur? Nei, það er rétt, þú veist, í hérna að þetta er svona nett, sko já, þetta var viljandaskakt töff en já, hann er bara í flýspeysunni í Úkraínu að berjast, sko nema hann hefur samt flogið til á fullt af löndum bara svona, hann hefur dippað nokkur sinnum, sko hann stakka pásu já, flogið síðan aftur, hann kemur örugglega á fjárfund hann kemur örugglega gegn Zoom já, hann verður annars Zoom, Kóli já geggja maður, geggja Twitterótt mögulega frétta mesta Twitteróttni hinga til, sko ég tók smá svona kveiks rannsóknarblaðamenn, sko ég fíla, þetta var æði, sko látum mig vita ef þið viljið sjá meira svona já, guys, við verðum að fá feedback frá okkur, þú veist, við erum oft búin að við flestöld messagin eru bara sem snúast Harry Potter og ég er mjög ánægð með það, ég veit að Arnar vill ekki meira af því, sko ég er búin að loka það ég er að búta að tala Harry Potter aftur, sko herði, ég er með nokkra punktar sem nokkar að tala við ykkur strákar ég er með huge fréttir ég er tilbúin að ég er með nokkra huge fréttir og fyrsta fréttin er að ég er formally, officially hættur að runga mér og hættur að skoða klám. Ertu komin í NoFap? Já, ég er bara jákvæða að daginn og ég er mikið, já hvenær hættir þú? Fyrir 3 vikum. Varstu þá bara komin á þetta líður eins og 3 vikur, ég held að þetta sé bara 1,5, sko. Nákvæmlega, það er eitthvað clarity líka sem að færa úr því
að halda tilbaka sko. Og svo þetta líka bara klámið og líka bara, veist, ég held að þetta alveg hjúts umræða sko, því þú veist, klámið búin að partur af lífin mín frá því ég var 6 ára. 6 ára? Já, ég var að skoða klám því ég var 6 ára. Holy fuck. Og klámið búin að vera steady hlutur lífin mín síðan þá. Ég hugsaði bara, fuck me, ef ég get ekki hætt þessu. 6 ára? Já, 6 ára. Þú ert að rugglast þig, ertu ekki meina 16 eða? Nei, 6 ára. Ég byrjaði að skoða klám því ég var 6 ára. Varst það svo spólur þá eða? Nei, ég veist, mamma var komið með iMac-in sko, og ég var að byrja frá porn.com sko, og svona loada svo bara kom mamma inn bara heim og ég bara lokið því og tveir aðri félag mín bara lokið þessu, fucking eyði þessu. Já, þið voru að skoða þetta bara svona out of curiosity. Nei, bara voru þið 12 þegar þú var 6 ára? Já, litaði iMac-in sko, geta verið 8 ára, ég veit ekki. Það var 96 og við vorum ekki fættir sko. Nei. Alveg var að skoða klám þegar við vorum í fættir. Það var sko 2 ári í mig þarna með þessa, þessi 3 sko. Það er svakalegt sko. Og ég bara svona, ég fór að hugsa bara, þú veist, ég hef alltaf spurt sjálf mig bara, því að ég var alveg, klám hefur verið steady part af lífinu mínu bara út af því að, þú veist, maður bara situr eitthvað næs á, skilur bara eitthvað hvað svo? Þú veist, og svo bara, þú veist, á maður bara góð stund og þetta er bara svona mín stund með sjálfum mér og ég alltaf fíla þetta, skilur, minnst þetta bara svona vera bara get nice og, þú veist, það er ekkert að sjálfsfróðum, mér langar alveg bara að prefessa það þeir sem runga sér og skoða klám, það er ekkert að því, mér finnst ekkert að því en þetta er eitthvað sem ég er að gera fyrir sjálfum út því að mér langar að sanna fyrir sjálfum mér að ég sé fyrst og fremst bara ekki háður þessu. Þú getur það sko, ég trúa þig. Ég held genuinely núna út af því að, strákar, það eru búin að koma kvöld sem ég er bara einn að chilla og ég er bara svona fuck me, þetta er erfitt. Já. Ég er bara svona var að horfa á, ég var bara svona að gera bara, ég vinn, búið til vídeo, edita eitthvað eða horfa á eitthvað. Hvað sér ég? Hvað varstu að horfa á? Ég var að horfa á Netflix bara eitthvað, anime á Netflix og svo líka svo erfitt út því að svo horfum maður á eitthvað TikTok og það kemur eitthvað thirst trap og maður bara fuck me maður, skiljið, við hvað ég meina og svo Cairo, skiljið, einhver annar staðar og maður getur ekkert eitthvað sett þess að kynorku þanga, skiljið og ég bara svona það er líka svo auðvelt. Þetta er svo accessible. Þetta er það og þetta er líka út svo fljótur aðeins þetta er bara svona leysa frá bara eitthvað svona greddu sem er að flækjast fyrir bara svo klóraðir. Já, ég myndi lýsa hans meira eksterik en það en ég bara svona, og ég verði vikina það voru nokkuð kvöld, það voru búin 2 kvöld sem ég bara, fuck me ég viðkynnti bara við sjálf mér þetta er erfitt, ég er háður þessu ég er háður klámi, ég er háður því að runga sjálf mér þú veist, og ég er bara svona og núna er ég það svona sjokkraður við það bara að fatta þetta ég er bara svona, fuck me, nú verð ég að hætta þessu bara til að sanna við sjálf mér að ég geta, að ég sé ekki háður þessu, skilju, sko minna út ég minnst í fíkill í heimi, það kemur öllu en ég er bara svona, ég verða að gera þetta núna. Ertu búin að vera 3 vikur? Sko, ég held að ég er búin að vera kannski 2,5, but it feels like a month, skilju, sko ég minna. Færðu ennþá the urges? Já maður, sérstaklega þegar maður er bara einn að chilla og maður er bara að njóta sín að horfa á eitthvað og svo sér maður kannski eitthvað bila thirst trap á Instagram og það er aftast svona triggerinn, skilju það er best að ná í pappirinn, skilju og ég bara, þetta er erfitt. Já, góður hlutur erfir. En ég bara svona, þú veist, ég held líka að, þú veist, ég held að maður á ekki endilega að loka þetta algjörlega út. En ég held að, þú veist, bara það að sé erfitt fyrir mig er bara svona vekur bara áhyggjur af mér. Já, ég held að það séu ógæðislega margir strákar sem að er að díla við þetta sko. Ég held að, veist, það sem ég er að tala núna er alveg, þú veist alveg svona 99, bara svona 80% strákum. Já, og ég mun uppdæta ykkur með þættið hvernig mér gengur kemur næst bara eitthvað, guys, I failed. Já, það geta alveg verið, veist, út í að þetta er alveg challenge, sko, út af því að, þú veist, bara sem, þú veist, fullorðinn einstaklingur og búin að kláma sér búin að partur af lífinu mínu frá því 6 ára, skilju, þetta er ekki joke, skilju. Nei. Þú veist, þetta er svo skrítið þetta er svo skrítið hlutur líka þú veist, þetta er svo skrítið þú veist, bara eitthvað bílaslega hitta naktagælur að fucking gera eitthvað hate shit, skilju fattur, er bara accessible hérna og það er búið að vera bara í lífinu bara frá 6 ára, skilju. Já, það er insane, sko, því að líka fyrir bara 50 árum þá var þetta ekkert hægt þú gast ekkert farið og fundi bara heitu sig gælu í heimi bara nakta og rungaðir yfir henni. Ég var náttúrulega fyrsta internetkynslóðin þessna var þetta, þú veist, ég var bókstaflega svo kynslóð sem fekk internetið at a young age. Það væri ógeðslega áhört að vita bara svona global áhrifin af þessu, sko. Ég er það, skilju, ég er útkoman á því að vera með internetið frá því þú varst ungu krakki, skilju, við sko ég minna þannig já, þetta er svolítið þetta er interesting, sko, ég er bara svona að maður að deila með ykkur, ég er alveg svona, þetta er fucking steikt, sko. Já, ég er spenntur að sjá útkomuna, sko. Já, ég er alveg svona, þú veist, þetta er merkilegt, sko, ég er líka bara, þetta er líka, ég aldrei challenge sjálf mig svona mikið lengi í að gera eitthvað svona, við sko ég minna. Já. En já, þetta er allavega hjút, sko.
Arnar, myndir þú einhvern veginn gera svona? Myndir þið einhvern veginn, hvað er fatt reis og ykkar Ég geri þetta eiginlega bara frekar reglulega sko. Það, tekur pásu bara? Já, ég er frekar slagur. Þannig að þú veist, þetta er alveg nöðsynlegt að gera það sko, myndi ég segja. Arnar, nú hef ég heyrt í þér rungaðir inn á hótelherbyggi, skulum ekki glemma því. Sko, þetta er ekki vandamál hjá mér eins og þér, þetta rungdót, sko. Ég tók, held að það var senasta sumar eða eitthvað, veist, allt sumarið, sko. Já. No fap. Já, einmitt. Og þetta var ekki erfitt fyrir. Ég er mjög reynslu í þessu, sko. Já, einmitt. Þetta er ekki erfitt, sko. Ég held ekki að rungið sé ekki nefnilega slæmi hlutinu við þetta. Ég held að klámið sé slæma dæmið, sko. Góð pæling, sko. Hvernig ertu þá með klám þegar þú rungaðir? Ég finnst mikið að runga mér, sko. Nei, en þegar þú ert að því? Nei. Ekki? Horfa á vegginn. Í alvörinni? Ertu bara að hugsa? Já. Throwback, sko. Þú ert aldrei gleyma þessu. Nei, ekki sem, sko. Aldrei verið að ná einhverjum vinið mínum aðeins minni, sko. Já, heppin. Þetta er svona intimacy you can't buy, sko. Eða hvað? Everybody has a price. True. Var ekki 2 miljonir? Arnar, var ekki það? En já, ég með langaði líka bara að kasta þessu út og því ég held bara að mér finnst það strákar, sérstaklega ungir strákar þurfa að vera með þetta þú veist, þú vilt ekki vera þú veist, háður þessu Ég held að það sé game over þegar fyrir allar ungu strákar sko. Ég held það líka sko, en þess vegna finnst mér líka að það sé afturlega að tala um þetta og opna á þetta, því þetta er alveg smá feimnisatriði held í flesta, ég held ekki margir endilega vera opnir með þetta sérstaklega publicly sko. Þetta er dýflisa sko. Já, þetta er þannig. Þetta spæralar bara niður sko. Við líður eins og bein að klifur upp úr fangelsunni í Batman þetta er þannig, skilju, ég veit þetta verður ekki mál, strax og ég komin yfir þetta hump, skilju, þetta er eins og að byrja í ræktinni, fyrstu dagarnir er erfið, skilju, strax og komin að stað, ekkert mál, skilju, mér líður þannig. Kemur í ljós. Ég vona. En já, sko, testin alltaf bústast upp núna, sko, þú veist, í náfappinu. Ég hef aldrei verið jafn, sko, fucking, sko, með mikla kynnorku á æði minni, sko. En ríður þú mikið, eða? Hæ? Ríður þú mikið, eða? Það er bara mismunandi, sko. Veist, í gegnum tíðina. Bara leið og losar, sko, þá varstu með minni kynnorku, sko. Já, ég myndi ekki segja ég væri bara svona robust kynnorka, sko. Já. Það er svona líka, skilur, hversu mikill fíkill verðt bara í, skilur, þessa skamtíma ánægi, sko. Já, satt. Þú veist, ég er alltaf fucking hornið því þunnur. Þá líður mér svo... Af því að þú ert dopamine deprived. Já. Þá þarftu að fá dopamine, sko. Já, og talandi dopamine, strákar, ég er með annað confession hérna, sko. Okay. Hérna, ég averageaði 9,5 tíma í símanum. Síðustu viku. Já, þetta er maximumið sem ég náð, sko. 9 tíma? Já, veist, að vísu var það líka, ég ferðast, skilju. Það er engin afsökun, sant, sko. Þannig ég var að horfa á bara hellinga þáttum og ég var að ferðast alveg í 15 tíma fram og tilbaka, sko, en það er samt ekki afsökun, sko. Engin afsökun. Og ég verð að viðurkenna, sko, ég held ég sé bara smá fókt eftir þessa viku, sko. Ég er alveg overstimulated og dopamine mitt er rugli og ég bara svona finna attention spanið mitt og hausinn minn er bara fucking algjörlega freðinn. Já, það momentum daginn, sko, þar sem að ég var ekki með síma með mér, fór í göngutúr, var ekki með síman, mér klæjaði bara, ég var bara svona, fuck, ég verð að fá eitthvað hérna, ég verð að skoða eitthvað, það er að swipa. Já, ég er þar líka, sko. Sem er fucked, sko. Nei, þetta er ekki gott, sko, ég er alveg svona, þú veist, og ég er svo drastiskur, ég er bara svona, þú veist, ef ég held að ég sé háðringur, þá er ég bara, já, loka það, þú veist, og saman með klámi og sjálfsvon, skilur, og núna er ég líka að fara að taka eitthvað drastiskt skref með símanum mínum, sko, ég er að fara að passa mig, ég náði ekki yfir 4 eða 3, sko, yfir daginn, þú veist, ég verð að gera það, sko, því ég nenni ekki að vera eitthvað, ég nenni ekki að vera bara eitthvað, hérna, overstimulated, sko, ég veist, ég þarf að gera hluti yfir daginn, sko. Já. Líka bara það fyrsta sem maður gerir þegar maður vaknar, tjekka símanum. Já, maður, þetta er ekki gott, sko. Og síðast sem maður gerir á maður frá að sofa. Einmitt, maður tekur gott skroll, sko. En þú veist, eins mikið ég elska skrollið, sérstaklega þegar maður er fyrir utan heim í bílnum, sko. Það er besta skrollið, sko. Sikk hvað það er næst, maður. Það er það, sko. Ég tók þannig í morgun, sko. Hérna var fyrir klippingu. Já. Það er á morgun, vist, sem ég fór að klippingu. Já. Og mætti kl. 10 í morgun bara ógeðslega þreyttur á því, sko. Já. Og skrollaði í 40 mínútur bara. Já, þetta er sweet, sko. Og Bjarki, vinur minn, púlaði upp bara. Gamli, hvað það þýr á? Ég er ógeðslegur á með eitthvað skrollinu, sko. Shit. Mættu vera þar. Já. Já. Shit, maður. Annars bara að segja sí? Já, strákar, mér langar líka, hérna, mér langar að tala við ykkur eitt algjörlega af þessu topiki, sko, en það var mjög góð umræða, ég er mjög ánægður að tölum það, sko, og ég er vona að hlustundur sé að sérstaklega strákanir sem er hlusta bara, guys, pæli í þessu, sko. Ef þú voru að rungur og hættið þá bara, það er byrjun fyrir okkur strákana. Prófið það, og ef þið erum með að gera, spyrjið sjálf ykkur, er ég háður þessu? Þú veist, það er það sem gerst fyrir mig og ég er bara svona fuck me, ég held ég sé það og ég þarf að hætta það. Þú voru bara að slá í hann. Maður þarf samt að vera með eitthvað annað til að gera, maður má ekki bara segja bara nei, ekki runga þér og bara þú gerir ekki neitt, þú þurftir eiginlega að gera eitthvað í staðinn, þú þurftir að fara, þú veist, út að hlaupa, en þú veist, ok, það er ekki náttúrulega að gera það, en þú þurftir að gera eitthvað annað. Já, ég veit allan að ég er að fara að fucking ganga frá Önnu í kvöld, sko, það fyrir ekki að milli mála, sko.
Herri, Takk að veit ykkur einsýn í allt það. Ekki máli. Hérna, mér langar að tala ykkur einstrakar og ég náttúrulega er duglegur að fara út að borða út af því að ég elska mat og ég er algjör fúri og elska veitingastæði. Og þú nennir ekki að elda líka. Já, 100%. Ég var að reyna að setja fallega dag á það en takk fyrir að leggja fyrir mér. Mér langar að tala við ykkur burgera á Íslandi, strákar. Já. Og ég hef verið mjög mikill burger fan og ég er eiginlega bara forvitan að heyra hvað er topp 3 hamborgarinn hvernig ég sagði það? Hvað er topp 3 hamborgarinn á Íslandi? Ég myndi setja búlluna alltaf í topp 3 bara for the respect, for the culture bara fyrir. Algjörlega, segjum þetta bara núna. Ok, Arnar, topp 3 hamborgar. Þú verður líka að segja hver hamborgarinn er, ekki bara hvað veitingastæðan er. Jalapeno bacon borgari Yuzu. Ok, það er nummer 1. Það er nummer 1. Ok. Ég er enda ekki mikið fyrir svona smassburgera. Nummer 2 auka ostur borgari á búlunni. Ok, er það þá búluborgarinn? Já, okay. Mínus lauk, ok. Já, hann er vondur sko. Og 3. sæti? Góð spurning. 3. sæti, veit ég hver fær 3. sæti sko. Sofa á þessu, Davíð, takk fyrir. Byrja á 3. sæti. Það er búlu, kóngaborgari. Ok, búluborgarinn, já. Númer 2, þess er nýr. Ok. Kaffi Krús á Selfossi. Kaffi Krús á Selfossi? Deep cut. Insane borgari sko. Áhugavert. Bara bestið sér smakka sko. Shout-out á Kaffi Krús, heitir það? Kaffi Krús á Selfossi. Svo random ég veit það, en bara it hit different sko. Númer 1, Stóri Yuzu á Yuzu. Wow, huge. Já. Ok, geggja, áhugavert að heyra þetta og þið eru líkar mér en í bjóst við. Það er greinilega að þetta sé bara svona svolítið veralegt eða svona algengt hérna heima. Ok, númer 3 hjá mér er búluborgarinn á Tomma. Númer 2 er Stóri Yuzu á Yuzu. Nice. Og númer 1 er Smashborgari á Smashborgara. Smashborgara staðurinn? Já, Smashburger á Smashburger er besti hamborgarinn á Íslandi. Í alvörunni? Já, hands down sko. Var Smashkongurinn afgreiðið? Hann er afgreiðið nokkuð sinnum, já. Já. Nice. Hann alltaf bara sælir, ég bara sælir. Já, þetta er að mínum að þessi burgerar, þetta er svolítið eins og þetta eru Smashborgarnir, þetta er svolítið eins og Five Guys sko, þetta er similar sko, þetta er svo juicy. Já, það er eitthvað aðna í þessu sem, ég held að þeir sitja líka svo mikið smjör á brauði sko, þetta er svo juicy sko, ég held bara hands down besti hamborgarinn sko. Wow. Já, þeir líka minnst þeir ekki fá nóg mikið klátt fyrir það sko, þeir eru fram úr skarandi sko. Hvað eru bestu hamborgarnir worldwide? Mr. Worldwide? Ég myndi segja bara halda sömu og ég á með það sko. Ég þoli ekki Five Guys. Ok, In and Out og líka hvað heitir það sem við fengum okkur í Ohio? Shake Shack, já. Mér finnst það allt ógæðslegt. Shake Shack er nefnilega rosa líkt Smashburger. Smashburger og Shake Shack er basically sami hlutur. Þetta er saman dóti sko. En Five Guys er náttúrulega allt öðru heldur en Smashburger sko. Já, ég samanlega, ég tek það tilbaka, en það er bara svona the juiciness. Já. Það er kannski það sem ég meina. Ég myndi held ég setja sko In and Out í 1, Five Guys svo og svo Yuzu. Já. Já, ég smakkaði þetta alltaf í fórum til London síðastu sumar og mér fannst allt ógislegt sko. Í alvöru? Já. Nei, það varst það miskilja. Nei, mér fannst það bara ógislegt. Kjöti bara fucking þurrt og ógislegt. Bara alltaf þunnur þegar við vorum aðeins. Nei. Nei, alls ekki sko. Ræðlöginni voru eitthvað rugglegar eftir allt áfengið sko. Nei. En já, áhugavert að fá feedback. Það væri gaman að heyra frá ykkur hver besti burgerinn er. Endilega, ef þið eru með eitthvað deep cut áhrifundur og hlustundur, segja okkur frá því. Við viljum smakka og endilega reyna að breyta okkar top 3. Og ef þú átt burger joint eða hamburgerstað, þá máttu sponsa þáttinn. Já, þú mátt sponsa þáttinn. Það er gaman að taka alltaf eitt borgar fyrir þátt sko. Já, það væri ekkert svo vitleist sko. Algjörlega sko. Herri, alright, on to the next one. Já, hvað Já, strákar, eins og við vitið þá er ég að kaupa íbúð. Já. Og það er alltaf finalize núna og ég er að fara að flytja inn 15. Huge. Sæll. Já, þetta verður party. Þetta verður summer baby sko. Það eru vika í það, kallar minn, næsta mánudag. Stutt í þetta sko. Nenni að hjálpa mér. Að flytja? Já, of course. Kannan við það. Ég ætla að flytja inn sko. Herri, strákar, það er samt low-key twist í þegar ég var að kaupa íbúðuna. Ég var að fá message í dag frá félag mínum sem heitir Beggi. Já. Og hann senda mig til hamingju íbúðuna og ég bara svona, við erum nýbúin að skrifa undir allt dótið og gera allt formlegt í dag sko. Bara svona, það er svo mikið pappirum og mikið svona dótið sem það þarf að samþykja.
og ég bara, akkur veist þú veist, akkur er að senda mig núna herri, þá á Beggi íbúðina á undan þér? Beggi er að selja mér íbúðina vinu minn á íbúðina sem ég er að kaupa og hann lét mig ekki vita á því fyrir en allt var finalized wow, já. Það er big boy ting já, veist, og líka I ain't even mad sko, því að þetta eru miklu peningar, þetta er 100 milljónir íbúð þú vilt ekki blanda vináttu inn í það sko. Nei, þú veist, og hann held ég tók alveg rétt að skrifa og ég hugsa ég hef gert það sama en samt, that being said, það var það mjög skrítið sko. Var hann með svona broker í staðinn? Nei, bara fasteignarsala skilju sem var að díla allt skilju. Já, þú vissir aldrei hver átti íbúðina? Alls sama. Já. Þú veist, ég var bara, bara einhver gæi skilju sem á sig íbúð. Já. Ég bara svona, þú veist, en ég samt fór að pæla í því bara, þú veist, ef ég ætti svona félag út í bæ, þú veist, og hann er mikið þannig, við erum mikið eitthvað eins og við erum vinir, skilju, en það myndi ég líka vita, skilju, hvað þið hafið talað saman og þið hafið verið í ferði saman. Við vorum að chilla í tennis saman, skilju, það var æði, sko, og ég bara svona, þú veist, hann tók þessu ákvörðun, pæli hvað það er steikt, skilju, eða þú veist, þetta er alveg sérstætt, sko. Þetta er bara business allan daginn. Já, þetta er svolítið þannig, sko, því hann er að reyna að fá sem mest, skilju, og við erum að reyna að fá þetta á sem besta verði, skilju. Já, bara as you both should, sko. Já, en ég hugsa samt, þú veist, þetta hefði ekki breynt neinu þegar hann sagt það, skilju, við værum samt sem ára, þetta myndi bara setja kannski vináttan okkar í svolítið óþægilega aðstöðu, skilju. Já, þú myndir aldrei vilja, þú veist, selja íbúðina þína ódýrara bara þetta vinuðin, skilju. Það væri fucked up, sko. Já, það er svolítið þannig, sko, en ég er bara svona... Er þetta ekki skrítin tilfinning? Þetta er það, ég veit ekkert hvernig mér líður með þetta, en ég veit að ég er allan ekkert eitthvað mad, skilju, mér finnst þetta bara svona, ég held að þú gerir þetta bara, sko, ef þú vilt forðast þetta vesen, sko. Já, ég held líka, þú veist, það síðast sem þú vilt gera er að gera 100 milljón krónu íbúðarkaup persónuleg, skilju, og því að ég held að það veri bara óþægilegt, skilju. Þú ert að finna einhvern lekan og brjálaður út í Begga, sko. Já, það geti gert, sko, en ég veist að þetta húsi byggt 2017, sko, ef það kemur einhver lekamál núna, þá er ég fucking brjálaður, sko. En já, það var svolítið merkilegt, sko, því að ég veit ekki, ég hugsa ég hef gert það örgulega saman, sko. Hvað myndi þið gera? Hefðu þið, ef félag eitthvað sem svona þekkir ykkur ágætlega, ekkert eitthvað það vel, væri bara að bjóða íbúðun eitthvað, skilju, myndi þið, hei, þú ert að reyna að kaupa íbúðunum mína, blessa maður. Ég myndi ghosta. Aha. Já. Alltaf ghost, sko. Já. Er það bara út af því að það er þægilegra að hafa þetta þannig? Bara ég vil fá eins mikið og ég get fyrir íbúðunum mína. Já, einmitt. Bara 100%. Já, og þetta er líka bara svona, ég og hann erum, þú veist, kunningar, skilju, ég myndi segja það, sko, alveg, kannski hans meiri það, en þú veist, en já, ég myndi mögulega ekki einu sinni hafa samvætið eftir á. Ég myndi bara dippa. Þessuna, þú myndir hringja mér bara, býttu var ég að kaupa íbúðuna þér? Já. Það var ég, sko. Þú veist alltaf að vera að finna eitthvað sem vissi ekki og það kostar hitt og þetta. Já. Beggi. Þú sagður mér ekki frá þessu. Það er ekki frá þessu. Þú gastur mér ekki afslátt. Já, Beggi, fucking er ekki félagana. Já, Beggi, bara fasteigna mógull. Já, ok, hann sko, ég hafði líka verið kannski svolítið gaman að tala hann og því að mér finnst hann svolítið búin að velja sér svolítið einstakta rát í lífinu, sko. Ég dyrka Begga, sko. Ég spilaði með honum í amerísku fótbolta. Já, hann var quarterback og ég var wide receiver, þannig að við had a bond like this, sko. Hann kastaði til mín. Það var ógeðslega næs, sko. Hann hefur alltaf verið ógeðslega markmiðadrifinn, sjúklega intensely fókuseraður á markmið og goals og financials líka. Já, og basically Sanas líka þannig, Arnar, þú döður þar áhuga á þessu, því að þú svo business og money center. Já, þú þekkir hann? Já. Hann basically byrjaði að vinna bara í Sjóvá, bara straight out of high school. Já, og bara fór að safna sér pening, fór að selja bara eins og fucking, bara, þú veist, hákur. Og svo selja þessar tryggingar þá bara. Já. Það er svona 30% líkur að þú sett með tryggingu hjá hann núna, sko. Bara ef þú hlusta. Já, og þú getur málið, þú getur fengið ógeðslega mikið af tekjum í gegnum tryggjafélaginu eða út góðu sölum, sko. Þú getur alveg fyrir með hátt upp í miljón, ef ekki meira, skilur, í laun, fattur við. Og hann bara fór á milljón í þetta og var bara bilaðslega duglegur, skilur, og svo bara keypti hann sér íbúð strax sem hann með nóg pening og svo bara held hann á hann safna, keypti sér aðra íbúð. Núna á hann, ég veit ekki, 5-10 íbúðir. Og núna er hann bara að stúsast í því að sinna íbúðunum. Hann er bara ekki lengur að vinna þar. Hann er bara með, þú veist, eignir og núna er það bara starfið hans. Það er líka þetta duglegt. Hann gerði þetta á, held ég, 6-7 árum eða eitthvað, sko. Gekkjar. Aðtapnamaður. Hvað er gamall? 95. Hann er, já, ég kom að líka cirka. Sæll, ég er 98, sko. 3 árum eldri en þú. Nóvember hvað ert þú að gera í lífinu? Sko. Átt þú 10 íbúðir? Ég er podcast. Og þú átt ein íbúð, Arnar. Já. Það er gert. En á hann podcast. Nei, núna er hann í Dubai, sko. Já, það? Hann er í Dubai, hann er doing business in Dubai. Var hann að selja íbúðina sína meðan hann var í Dubai? 100 miljónir íbúð, það er vel gert, sko. Hann var okkur á jetskinu bara til hann ekki með íbúðina. Hann var með rafræna undirritun bara á jetskinu. Is it done?
Vel gert Beggi, sjára þetta Begga sko. En já Já, djöðl nána mókin íbúðum hratt. Herrstráka, ég veit, mér langar eitt sem ég langar að ræða. Já. Hérna, og þetta er maður sem ég langar að fá í þáttinn. Maður sem ég dýrka, sem ég vil. Hann er búinn í fréttunum síðustu daga. Af því hann ávist að hafa logið í hann hafi, hann sagði sko að hann ætlaði að taka bíllausan lífstíl í sumar. Bara því að þú veist, hann vildi bara prófa að skilja Já. Síðan viðurkennir hann hafi, þú veist, sagt ósatt og hann hafi mist prófið. Oh shit. Sem er frekar hjút sko. Það sko, ég ætla ekki að áta neitt hérna, en það eru nokkrir hérna sem eru frægir og þekktir sem eru að taka ákvörðunum að vera ekki á bíl. En í rauninni það út af því að þeir mistu prófið sko. There are a couple ones out there sko. Mega props á sem að bara segja vera hreinskilin maður, við dýrkum heiðarleika. Við peppum heiðarleika og bara, ég myndi vera bara opinn með það sem er í gangi sko. Hann misti það líka bara 3 mánuði eitthvað sko, hann var ekki það fullur. En það var, Hann er góður sko. eitthvað dómur Var það í alvegni það? Var það 3 mánuði það? Veistu, hann fær bíl aftur eftir Allegedly, við vitum ekkert um það. Er þetta ekki bara hraða, dæmið það? Ha? Var þetta ekki bara uppsafna hraða? Var þetta ekki bara 120-60 götu eða eitthvað? Pottet, jú. Alveg pottet. En það meira spicy hann var þetta var ekki það mörg geitur maður getur giskað en við verðum aldrei vita sannleikan. Þess vegna þurfum að fá hann á podcastið til þess að tala um það sko. Já, ég held að hann væri nefnilega til sko. Ok, slætum í DM-ið á honum sko. Já, þannig að þú veist, og fólk er bara going crazy út af þessu. Er hann að fá mikið flekk? Mjög mikið flekk af því að hann var, þú veist, börstaður við að segja ósatt eins og ákveðin manneskja en er ekki að fá sama treatment og svo manneskja fekk. The righteous warriors of the internet. Þú ert að tala um þegar Edda Falag laug hvar hún var að vinna. Og svo var gjössalega, drullæði hana eðlilega, en svo voru mjög margir sem voru vendana, skilur eins og það er alltaf læg að ljúga þessu, sko. Sem er náttúrulega bara algjörlega fáralegt, sko. Ég veit ekki hvort það neitt sé að venda Simma, sko. Nei, það er enginn að koma, en við skulum gera það, því að, Simmi, við peppum þig, vel gert að vera hreinskilin, skilur Of course, þú áttur ekki að missa prófið og góður strákur. Hey bro, they did him dirty, sko. Já, svolítið, sko. Simmi er fucking king, sko. Hann er legend in the game, sko, við peppum Simma, sko. Já, of course. Já, en hérna, já, strákar, ég er listi minni búinn sko. Já, við líka komnir helviti langa þátt sko. Eða ekki, ég ekki bara að kalla gott eða? Ég held það. Við skulum shout out á Red Bull, takk hérlega fyrir að sponsa þáttinn. Hlökkum til að gera meira í framtíðinni. Já, og bara þökkum Arnari, producerinn okkar fyrir að vera bara fucking geggjaðir. Já, shout out á Arnór, hvað með það? Og vera að vinka fólkinu. Sexy boy. Hey. Gang.